Ok, velkomin á kynningakvöld frambjóðanda til framkvæmdaráðs. Það eru kosningar sem standa núna yfir og byrjuðu klukkan 3:30 í dag og þeim lýkur á morgun, sama tíma. Lýkur klukkan 17 á morgun og það er verið að kjósum meðlimi inn í framkvæmdaráð Pírata og það eru 5 sæti laus, 4 í kosningum og 1 sem verður slembivalið á morgun. Og við ætlum bara í kvöld að kynna frambjóðendur og þeir koma hérna upp og kynna sig, fá 2 mínútur og röðin, hún er bara af handahófið, þeir dróðu allir miða og ég ætla að bjóða Júlíusi Blómkvist Friðriksinni að koma fyrst og kynna sig. Góð kvöldi, hvenær byrjar tæmurinn? Nú. Ok. Engin pressa. Já, ég heiti Júlíus Blómkvist Friðriksson, ég kem að norðan frá Dalvík. Ég er 23 ára og hef verið viðloðandi í sjálfboðavinnu fyrir Pírata í það verða 4 ár því miður. Já, þú veist hvernig maður horfir á það. Ég er mjög tækniæður, reyni að nýta tækniæður til þess að flýta fyrir. Ég er mikið fyrir skilvirkni, ég er lítið fyrir bull og vil bara klára hluti. Já. Ég er svolítið stressaður, en það sem ég vildi segja er það að ástæðan fyrir að ég býð mig fram er að ég er bara rosalega gaman að þessu. Bara ef að ég fengi greitt fyrir þetta þá, eða það skiptir ekki máli. Gera þetta bara, lifi fyrir þetta, að pæla í flóknum hlutum með alls konar fólki og já, tala alls konar hluti og tækla erfið mál sem að flestir kannski ekki en það er já, bara takk fyrir mig. Er það Árni Steingrímur Sigurðsson. Góða kvöldi kæru Píratar, í annað skipti á ævinni þá ætla ég að stinga hausnum á mér inn í ljónskínið. Ég ætla að bjóða mig fram til framkvæmdaráðs. Hvers formenn hafa oftar heldur en ekki yfirgefið hreyfinguna. Þannig að þetta er viss áhætta þar sem að ég er reiðubúinn til þess að gera allt sem er lagt fyrir mig. Þannig að ef einhver biður mig að vera formaður þá skal ég taka það á mig þrátt fyrir þessa tölfræðilegu áhættu. Og mér þykir ansi vænt Pírata og mér þætti það ansi slæmt ef ég þyrfti frá að hverfa út af því að ég geti ekki lengur unnið mín störf. En ef þið treystið mig fyrir þessu þá hef ég alveg svo sem hugmyndir sem að ríma við marga þeirra sem að sýta í framkvæmdaráði núna. Mér langar til þess að efla aðildafélögin, mér langar til þess að þau séu sjálfstæðari frá móðurfélöginu. Það hefur verið talað það að færa þeim einhvern veginn fjármagn með einhverju formúlu og ég er hlynntur því að gera það. Valddreifing er okkar aðalmál ásamt gegnsæi og verndun borgararéttinda, þannig að þetta rímar talsvert vel við það. Við þurfum að fara að undirbúa kosningarnar sem að verða 2021 og til þess þá þurfum við að stunda ákveðna fjáröflun og við þurfum líka að bæta töluvert mikið hvernig nýliðastarf á sér stað. Við þurfum að halda í þá nýliða sem við fáum hérna innum dyr. Við þurfum í raun og veru svolítið að taka upp það sama eins og AA-samtökin.
allir Píratar sem að sjá einhvern nýjan meðlim koma hérna inn ætti að vera að hoppa á viðkomandi til þess að leiða hann í allan sannleikann um það hvað hann getur gert fyrir hreyfinguna. Og það er það sem við þurfum að gera. Það er tími. Ég hef miklu meira að segja. Takk fyrir. Næst það Jóhannes Þór Guðbjartsson, en hann ekki inn í kvöld en samt með talsmann sem ætlar að koma og kynna hann, sem Unnar Þór. Eins og talaði ég ekki sjálfur í framboði, ég sitt í framkvæmdaráði og Björn Thor hafði samband við mig og að því að pappans sem sagt í framboði og hefur boðið sér oft fram en ef ég ætlaði svo sem að kannski lesa upp alla kynninguna sem hérna inn á að þá erum við hér í allt kvöld þegar ég renni yfir svona það sem kannski stendur helst upp úr sem kemur honum vel og kemur vel í starfi framkvæmdaráðs. Hann hefur starfað sem framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar og satt í nefnd fyrir félagsmálaráðuneyti sjálfstæða búsetu fatlaðra á vegum Evrópusambandsins sem þykir mikill kostur. Hann húsasmíðameistari, minnst það geðveikt, hægt að byggja ramp og og svo kemur kannski bara upphafið hans hann hefur verið meðlimur Pírötum frá stofnfundi og fylgst með starfinu frá upphafi, eðlilega. Hann húsasmíðameistari og starfaði mörg fyrir Sjálfsbjörg Reykjavík og hann bara klár í verkefnið að leggja okkur lið. Ég meina, ekki nóg að vera pappas Björn Thors. En já, takk. Og næst ætti að vera Rúnar Björn Herrera. Hann inn í kvöld en hann bað mig að vera talsmaður eða kynna hann, þannig að eins og Unnar. Þannig að ég ætla svona... Ástæðan að því nýkomin úr aðgerð og treystir sér ekki alveg til að... Já, hann sem sagt nýkomin úr aðgerð og treystir sér ekki alveg í að koma hérna upp og kynna sig, en ég skal kynna hann. Sem sagt, hann styður einstaklingsfrelsi og friðhelgi einkalífsins og telur á samfélagi að veita öllum einstaklingum grunnþjónustu eins og til dæmis í heilbrigðismálum. Hann mikill tækniáhugamaður og telur að séu mörg tækifæri með nýrri tækni að stjórnarkerfið þurfa að vera undirbúið fyrir þær breytingar sem því getur fylgt. Hann vill efla rafræna stjórnsýslu og þáttöku borgarbúa í henni. Það hægt með því að gefa rafrænum kosningum meira vægi og þær vera kynntar virkari. Hann hefur verið mjög virkur í starfi Pírata frá 2013, gegnt ýmsum stöðum innan hreyfingarinnar. Hann var formaður í stjórn Pírata í Reykjavíkur segi ég. Hann hefur einnig verið virkur í hagsmunafélögum fatlaðs fólks í baráttunni gegn kerfinu og fyrir rétti fatlaðs fólks. Hann formaður MPA-miðstöðvarinnar í stjórn Öryrkjubandalags Íslands, formaður málefnahóps ÖBÍ og í framkvæmdaráði ÖBÍ. Takk. Og þá það Jónas. Og þá það Jónas. Sælir kæru Píratar, takk fyrir að hafa mig hérna. Ég kem alla leið frá Hvanneyri, ég heiti Jónas Löfdal og stunda þar nám í umhverfisskipulagi í LBHÍ. Á tímabilinu 2015–2017 tók ég þátt í grasrótarstarfi Pírata ásamt því að sinna formfastari hlutverkum hér og þar, svo sem setu í framkvæmdaráði 2016. Starfið var krefjandi en á sama tíma skemmtilegt, lærdómsríkt og þroskandi fyrir mig. Hugmyndunum sjálfbærar aðgerðir eiga hug minn allan. Sjálfbær þróun kennd í skólanum og ég hef tileinkað mér þann hugsanastíl. Bæði hvað varðar umhverfismál og þætti sem snerta aðrar hliðar samfélagsins. Spurningar eins og hvernig mótum við hagnýtt kerfi, hvernig fáum við þau til að viðhalda sér og hvað þarf til, hvað best.
Ekkert eitt svar leysir öll vandamál en flest vandamál hægt að leysa ef viljinn fyrir hendi. Í þessu samhengi mikilvægt að allir Píratar haldi umræðinni gangandi, leggist undir feld, hugsi, tali, fara á fundi og setji sér markmið. Verkefni framkvæmdaráðs eru sum hver flókin, að finna algjöra sátt, lausnina sem allir eru sátti með líka frekar snúið. Það hjálpar held ég að einblína og einbeita sér að því sem við eigum sameiginlegt. Gera raunhæfar væntingar til hvors annars, horfast í augu við eigin takmarkanir og reyna að treysta hvort öðru. Að aftengja egóið nær manni ansi langt þegar kemur að því að finna niðurstöðu á erfiðu máli. Lausnirnar liggja ekki endilega hjá mér, heldur í fagmennsku þróunarvinnu, samtali, trausti og hugrekki. Jákvætt og gefandi hugafar gerir líka sitt. 2002 greindist ég með krabbamein. Ef ég hefði ekki haft jákvætt og hugrætt hugafar þá hefði meðferðin ef til vill ekki verið eins góð hún var og óséð með batan. Mín afstaða og vinna mun einkennast af stuðningi við bættar samskiptaleiðir innan flokksins, eflingu samskipta milli framkvæmdaráðs, grasróta, þingflokks og við aðildarfélögin. Ég mun gera mitt besta og ég treysti því að allir Píratar sé að gera sitt besta. Eftir fremsta megni mun ég stunda opin og traust og heiðarleg samskipti, styðjum og stöndum vörð það sem raunverulega skiptir máli. Ég ætla að gera það. Við ætlum að gera heiminn betri og takk fyrir mig. Ok, svo af þessum 10 frambjóðendum þá eru bara 5 hérna í kvöld, eða 5 ásamt þeirra talsmanni. Það eru 5 aðrir auðvitað þá á þessum lista sem að bjóða sig fram. Þeir mætti ekki í kvöld, þeir höfðu líka ekki samband við neitt eða okkur sem mætti að tala fyrir þeirra hönd. En þið getið kynnt ykkur alla frambjóðendunar hérna á x.piratar.is og hinir frambjóðendunir eru Ágúst Bámánt, Guðmundur Arnar Guðmundsson, Kári Gunnarsson, Lárus Viljánsson og Sigurður Ágúst Tryggvísson. En þá er þetta bara komið og þið hafið sólarhring til þess að kjósa á x.piratar.is. Takk. Það mátti streyminu. Slaka streyminu. Þetta er alveg live. Slaka á einu.